Jæja, það er gott að sjá ykkur öll svona kát og glöð. Ég ætla að tala núna trú. Það er svo oft talað trú og það ætla ég svo sem líka að gera. Ég ætla að tala tvenns konar trú, tilfinningatrú og opinberunartrú. Ég þarf að tala aðeins hægar eða þá að þið þurfum bara að fara að hlusta hraðar, annarkvort. Já, tvenns konar trú, tilfinningatrú og opinberunartrú. Trúin, hún kemur í gegnum orð Guðs, Biblíunni. Guð og orðið hans eru eitt. Allt sem hann segir er satt og rétt. Guð segir að hann vaki yfir orðið sínu til að framkvæma það. Trú kemur að því að heyra orðið og af því að skilja það. Það er opinberunartrú. Jesús kom í heiminn sem opinberun á sannleikanum. Jesús var sendur af Föðurnum til að opinbera sannleikan Guð og himnaríki. Þegar við tökum orð Guðs trúanlegt og förum að framkvæma sjálf og Guðs, þá gerist eitthvað við innra með okkur. Allt í einu sjáum við að orðið er lifandi. Hins vegar er tilfinningatrúin allt öðruvísi og hún kemur ekki frá Guði. Tilfinningatrúin segir, ég trúi ekki nema ég sjái. En samt trúi fólk ekki. Ef við skoðum Hebreabréfið, 11. kafla og vers 1. Hvar er þetta Hebreabréf? Hérna er það 11. kafli og vers 1. Ok, það komi hérna upp á skjáinn. Það segir, trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Ok, tilfinningatrúin, hún segir okkur að vona. Og það segir hérna að trúin er fullvissa það sem menn vona. Von er alltaf inn í framtíðinni. Von er helsti óvinur trúarinnar. Vegna þess að trúin, hún segir núna. Trúin er einhvers staðar inn í framtíðinni. Ef einhver kemur og segir, ég vonast til þess að fá lækningu frá Guði, þá fær hann aldrei lækningu. Vegna þess að það vantar trúna. Þegar við síðustu viku, síðasta laugardag, fyrir viku síðan fórum í hús í Reykjavík, nokkur hérna, þá fórum við inn í hús sem var fullt af fólki, fátæku fólki, veiku fólki, fólk sem hafði enga vonlaust fólk. Við komum þarna, sögðum frá Jesú, það fekk von, síðan fekk það trú. Og það var svo gaman að sjá þetta fólk. Það leit svo illa út þegar við komum, en þegar við fórum, þá var það brosandi.
hann var laust við verki, hann var búinn að fá trú fyrir því að Jesús væri til, í leið svo rosalega vel. Trúin kom, vonin kom fyrst, svo kom trúin. Við lögðum hendur yfir þetta fólk og það byrjaði að læknast. Ef ég segist vonast til að fá lækningu, þá meina ég vil fá lækningu, en ég fæ ekki lækningu vegna þess að ég verð að trúa. Því án trúar þá er ógjörningur að þóknast Guði. Stundum spyr fólk mig, af hverju læknast ekki allir? Af hverju ekki allir að læknast? Og ég spyr þá á móti, hver segir að fólk læknast ekki? Í Biblíunni, þegar Jesús var að lækna, þá læknaðust allir. Svarið við þessu, af hverju læknast ekki allir, er einfalt, það er vantrú. Það er vantrú þess, er það vantrú þess sem er sjúkur eða þess sem biður fyrir hinu sjúka? Ég segi sennilega þess sem er að biðja fyrir þeim sjúka. Hann hefur ekki nóga trú. Það er eitthvað inn í honum sem verður til þess að hann getur ekki fengið þessa andlegu snertingu frá Guði til þess að lækning verði í viðkomandi. Ef við skoðum Matteus 17, allir að fara í Matteus 17. kafla, hann er komið með þetta torfi. Þetta er Markus 17. kafli, vers 14 til 21. Þá er Jesús nýkominn af ummyndunarfjallinu, fjallina sem ummyndaðist, og það er maður sem er með dreng sem er tunglsjúkur, þannig að flogaveikur og mjög illa haldinn. Lærisveinarnir hans Jesús hafði reynt að lækna þennan mann, ekkert gerðist. Og þeir gátu ekki lækna, hann segir hérna. Og maðurinn spyr Jesú hvort að hann geti gert eitthvað. Og Jesús segir hérna í versi 17, ó þú vantrú og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður, hversu lengi á ég að umbera yður, færi hann hingað til mín. Jesús hastaði á hann og illa andinn fór úr. Síðan spyrja þeir, lærisveinarnir, hvers vegna gátu verið ekki rekið hann út? Og þá segir Jesús, vegna þess að yður skorti trú. Er þetta ekki sömu lærisveinarnir og hann sendi út þess að lækna og sjúka, reisa upp dauða, reynsa líkþráa? Jú, það var eitthvað í þeim sem var þess valdandi að þeir gátu ekki læknað. Þeir voru með tilfinningatrú. Ef við skoðum síðan Markus 4:35, það segir í Markusi, Jesús er að fara með strákunum sínum yfir vatnið og það segir í versi 37, þá brast á stormhrina mikil og féllu öldurnar inn í bátinn svo við lá að hann fyllti. Hugsa ykkur. Þeir eru með Jesú í bátnum og þeir eru hræddir að því þeir halda að þeir munu drukkna. En þessi stormur sem kom, þetta var yfirnáttúrulega stormur, því að það segir hérna aðeins ofar að aðrir bátar voru með honum. Þetta voru sjómenn sem þekktu vatnið, þekktu vindan og þekktu þetta allt. Ef að þeir hefðu haldið eitt einasta augnablik að það væri að koma á stormur, þá hefðu þeir aldrei farið um borð. Það er bara svoleiðis. Þeir vissu þetta nákvæmlega. En þarna fara þeir og það kemur stormur. Og þetta er svona svipað stormur og kemur stundum fyrir okkur. Stundum lendum við í því að það eru fjárhagsörðuleikar hjá okkur. Það er allt í klessu, það er allt í mínus. Við erum að biðja og biðja. Guð, takk þetta frá mig, hjálpaðu mér. Og ekkert gerist. Vegna þess að Guð getur ekki gert neitt, vegna þess að það eru við sem hefum að gera eitthvað. Við hefum að gera nákvæmlega sama og Jesús gerði. Hvað gerði hann?
Hann talaði við vindinn, hann talaði við vatnið. Þegar við lendum í svona aðstæðum, þá þurfum við að tala við aðstæðurnar. Það eru við sem stjórnum, því Jesús gaf okkur allt vald hér á jörðu, af því hann með allt vald á jörðu og himni. Við erum með hans vald, þannig að við þurfum að gera það sama á hann. Hann hastaði á þetta og hann skipaði þess að fara. En strákarnir hans, Jesú, þeir gátu ekki neitt. Jesús pirraður á þeim. Hann spyr þá, hví eru þér hræddir, hafið þér enn enga trú? Nei, þau voru í ykkur tilfinningatrú. Í Jakobsbréfinu, 4. kafla, þar segir í 4. kafla og versi 1: Af hverju koma stríð og af hverju sennur meðal yðar, af hverju öðru en gindum yðar sem heyja stríð í limum yðar, þér girnist og fá ekki, þér drepið og öfundið og getið þó ekki öðlast, þér berjust að stríðið, þér eigið ekki að því að þér biðjið ekki, þér biðjið og öðlist ekki að því að þér biðjið illa. Þegar við erum að biðja, þá þurfum við að trúa að við fáum það sem við viljum fá. Ég var fyrir stuttu síðan að horfa á viðtal við pastor sem í Rússlandi. Hann var að segja frá því að konan hans, þetta er risakirkja í Moskvu, hún var að tala þegar hún heyrir allt í henni út í sal eitthvað svona svakað þung andvörp. Og hún horfir svona fram og þá sér hún það kona í hjólastól. Hún með eitthvað sjúkdóm, hún svona hálflömur. Og hún segir, þessi kona mun fá lækningu. Hún fer og rífur þessa konu út úr hjólastólnum. Og önnur kona með henni. Og þær byrjar svona taka svona konan og svo byrjar að labba. En konan sem var í hjólastólnum, hún hafði enga mátt. Þannig þau voru að draga hana. Hún var alltaf að hrópa þessi kona, í nafni Jesú, vertu heil, vertu heil. Svo er búin að labba í smá tíma og það eru orðin svo þreyttar þessar konur, þannig að það detta bara niður, bara fyrir framan alla. Og það verið að reyna að drösla mikið koninni sem var lömið í hjólastólinn aftur. Og eiginmaðurinn, hann horfir á þetta og hann grípur svona fyrir hendurnar. Hvað er að gera? En konan hans, hún segir, komið aftur á morgun, þá fáið að sjá þessa konu. Hún mun læknast. Konan og maðurinn hennar þau komu og kirkjan fylltist því að þetta spurðist út. Svaka skemmtun í gangi og sjá þegar hún er að draslast með lömuðu konuna. Og hún gerði þetta aftur. Og aftur detta það niður, ekkert gerist. En hún hélt áfram. 3. daginn. Þá dregur hún þessa konu upp aftur. Og þá gerðist kraftaverk. Konan byrjaði að labba, hún var heil. Þarna var þessi kona, þessa predikara, hún var með opinberunartrú. Hún gafst ekki upp. Það er það oft sem að gerist í okkur að við reynum eitthvað og það gerist ekkert og við gefumst bara upp. Ég bara get ekki meir í staðinn fyrir að halda áfram. Hafið þið einhvern tíma lesið Lúkas 18? Vitið, ég hjálpa mörgum flóttamönnum sem hafa verið að koma hingað, sem hafa verið að biðja hæli, biðja kennitölu og þeir hafa fengið nei. Computer says no. Þá segjum við þá, nei er ekki rétta svarið. Lesið Lúkas 18. Lúkas 18 fjallar rangláta dómarann og konuna. Konan kom hverjum einasta degi og krafðist rétta síns. Hún var svo pirrandi að dómarinn ákvað bara á síðustu. Ég nenni ekki að hlusta á þessa konu. Hún er pirrandi og leiðileg. Ég ætla bara að veita henni það sem hún er að biðja um. Jesús segir, knýið á og fyrir yður minn upplokið verða. Aldrei að gefast upp. Aldrei. Nei er ekki rétta svarið. Já er rétta svarið. Það var einn kona hérna í svefniðinum, hún er ekki hérna lengur. Hún þurfti að fá yfirdrátt hjá Sparisjóðnum þegar Sparisjóðurinn var hérna. Og hún var að segja við mig að hún fæ ekki alltaf nei hjá Sparisjóðsstjórnum. Ég segi að það er ekkert mál.
hringdi bara í hann á hverjum einasta degi, 3 ára dag. Hún byrjaði að hringja í hann 3 ára dag, þangað til hann gaf eftir. Hún fékk yfirdráttu, af því hún gafst ekki upp. Hún sagði, vá, heyrðu, þetta virkar. Já, það virkar ef þú heldur áfram. Þannig er þetta með trúna. Ok, en hvað segir þú þá með Jesú? Ég meina, hann gat ekki gert neinn kraftaverk í Nasaret. Getur þú útskýrt það? Var hann með vantrú? Skulum fara í Mattheus 13. Mattheus 13. 54. Byrjum þar. Hann kom í ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðu stórum og sögðu, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móður hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og er ekki systur hans alltaf hjá oss? Og hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir hneykslaðust á honum. En Jesús sagði þá við þá, hvergi er spámaður minna metin en í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gjörði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúa þeirra. Var Jesú með vantrú? Nei, ekki til í dæminu. Hins vegar, þá lendum við oft í því þegar við viljum biðja fyrir fólki að það vill ekki fá fyrirbæn. Þá gerist ekki neitt. Í gríska textunum er sagt að Jesús hafi verið að gera kraftaverk þarna, að það hafi verið fólk sem var meðvitundarlaust. Það gat ekki sagt nei. Það var hans trú sem að vakti þetta liðu. Þannig ef fólk vill ekki fá lækningu, þá fær það ekki lækningu, það er ekki mér að kenna. En hins vegar hef ég oft lent í því að ég er að biðja fyrir fólki, það gerist ekkert. Ég er vola vonsvikinn. Ég spurt Guð, af hverju? Þá segir hann við mig, það er þér að kenna. Þú ert ekki í réttum anda. Þú stendur ekki í réttu gagnvart mér. Það er alltaf mér að kenna. Það er ekki honum, það er mér. Það hefur ekkert með viðkomandi að gera. Ef að fólk vil fá lækningu og ég legg hendur yfir hann læknast ekki, það er ekki viðkomandi að sjúklingurum að kenna. Það er alltaf mér, því það er mín trú sem á að koma þessu í gegn. Þannig er þetta bara. Þannig að það voru örfá sem að læknast þarna, vegna þess að þeir vildi ekki læknast. Ef við skoðum opinberunartrúna, Markus 5:21, ég vona að ykkur leiðist ekki. Markus 5:21, þar segir, þegar Jesús kom aftur yfir á bátnum, þegar hann var búinn að reka út illa andan úr manninum, það safnast á honum mikill mannfjöldi þar sem hann var við vatnið. Þar kom á einn af samkunduþjónunum, Jaríus að nafni, og þegar hann sá Jesús fjallandi fóta honum, bað hann ákaft og sagði, dóttir mín litla er að dauða komin, kom og legg handur yfir hana að hún læknist og lifi. Ok, Jaríus er samkundustjóri, menn sem að fóru til Jesú, þeir eru bara samkundir reknur úr samkundinni. Hún var alveg sama. En sjáu, hann er með opinberunartrú, hann trúi því ef að Jesús komi og leggi hendur yfir dóttur sína, þá mun hún vera heil. Það er ekkert kannski eða hugsanlega. Það er bara konduð, legðu hendur yfir hana og hún mun bara vera heil. Okkur líka sagt að Jesús fór af stað og þar er þröngmikil og þá kemur allt í einu kona sem var með blóðlát. Ok, þið vitið það að þessi kona, samkvæmt gyðingum, þá var hún óhrein. Hún mátti ekkert vera innan menn. Hvernig gátt hún þá dulist? Jú, mjög sennilega, það stendur ekki í Biblíunni, ég trúi því, að hún hefur bara skriðið á milli manna, því það segir hún snerti klæði Jesú. Jesús var í svona bænasjal og þarna voru bænahnútarnir. Hún snerti, því að hún segi, ef ég fæ aðeins að snerta, þá mun ég læknast. Og vitið, heilagur andi var ekkert búinn að segja Jesú frá þessu að þetta myndi gerast. En hann finnur, það fyrir kraftur úr sér og hann spyr, hver snart mig? Og það eru allir að ýta við honum. Og hann spyr, hver snart mig? Hvað gerðist?
og menn fara að líti í kringum sig og sjá ekkert. Og svo rís þessi kona allt í einu upp. Og menn sjá, vegna þess að þessum tíma þá þurftu konur og menn sem voru óhreinir að klæða sérstökum fötum, að menn sjá, þarna er óhrein kona, hún er búin að snerta allt liðið. Hún koma við alla. Það þýddi það að þá var allir hinnur orðnir óhreini líka. Og að því hún var búin að snerta rabbía, það þýddi það að það átti að grýta hana, það mátti grýta hana. Hún var búin að fremja þannig synd. Þannig að menn hefur verið alveg rosalega ánægðir, vá, nú fáum við að gera eitthvað, nú fáum við að grýta þessa manneskju. Hún er búin að óhreina okkur. En þessi manneskja, þetta er kona vegna þess að Jesús segir dóttir. Hún er yngri en Jesú, dóttir. Hún er búin að eyða öllum sínum peningum í að reyna að fá lækningu. Ég veit ekki eins og ímynda með hvað þessi menn hafa verið að reyna að gera við hana. En ekkert hafi gerst. Og vitið það að þetta sem var að hjá henni er kallað, heitir bara raun og veru, plága. Vegna þess að þetta kom og þetta fór. Ef einhver er með mígreni, þá er það plága. Vegna þess að mígreni kemur og mígreni fer. Munið eftir því, þegar Páll og Sílas voru búið að berja þá, misþyrma þeim, setja þá í stokk, setja þá inn í ysta myrkur. Þannig áttu þeir að vera, þannig til að þeir voru orðnir heilir, þá var þetta að berja þá aftur og setja þá aftur inn. Þetta var eina af þessu refsingu sem að Rómverjar voru með. Það var búið að hústríkja þá, berja þá sundur og saman, síðan voru settir í stokk, settir inn í eitthvað, bara myrkrahólu, þar sem að þeir grófu sára sinna, svo þau voru orðnir grónir, þá voru teknir út aftur, lamdir aftur. Svona það gekk þetta, koll að kolli. Þetta var bara skemmtun hjá þeim. Það er það sem að Biblían kalla plágu. Það er þetta sem var að gera sjá þessari konu. Og vitið, Jesús, hann er sterkari heldur en alla plágur. Hann er sterkari heldur en allt sem að heiti mígreni. Hann er sterkari heldur en MS. Hann er sterkari. Hann er búinn að lækna okkur. Ef við skoðum líka Lúkas 7. kafla og vers 2, það er að tala um hundraðshöfðingja, hugsið ykkur, þarna er hundraðshöfðingi. Hann er í rómverska hernum og þið vitið það að vera hundraðshöfðingi þá hann þurft að sýna alls konar hugrekki. Því þessi menn, þau voru klæddir upp á bara til þess að drepa, bara dressed to kill. Þau voru með þykkan hjálm, þau voru með brynju, þau voru með sverð, þau voru með spjót, þau voru með skjöld. Það eina sem þessi menn gátu gert að vera að drepa. Þetta voru bara atvinnumorðingjar. Og vitið það að þegar voru að fara í hernað, þá voru sandalarnir þeirra með svona nöglum, spikes. Akkurju, til þess að hafa góða stöðu á jarðveginum og svo líka til þess að trampa ofan á óvininum. Þess vegna segir Páll í Rómverjabréfinu að Satan er undir fótum okkar. Þá á hann þetta við, þá er hann að hugsa um það þegar við erum að ganga og þá erum við í þessum sandölum með þessum nöglum á að við þrömmum yfir Satan. Hann verður bara eins og saur á strætinu, þau erum búin að þramma yfir hann þegar kirkjan lappar yfir djöflana. Það er það sem hann á við. En þessi hundraðshöfðingi, hann kemur til Jesú og segir við Jesús komdu og segðu bara eitt orð. Þú þarft ekki eins og að koma heim til mér, bara segðu eitt orð og þá mun þjónninn verða heill. Þetta er opinberunartrú. Þannig þegar við byggjum Guð að lækna okkur, þá eigum við að vera með sömu trú á þessi maður. Við eigum að trúa því að Guð lækni. Við eigum að trúa því. Vitið þið það, áður en að þið fáið flensu, þegar flensun er að ganga, áður þið fáið flensu, þá fáið þið svona hausverk, fáið svona hitavellu. Þetta er ekki flensan sjálf. Þetta er bara forsmekkurinn. Annarkvort segið þið, ég hef komið með flensu. Þá fáið þið flensu. Eða þá, ég hef komið bara með einkenni. Ég tek ekki við þessum einkennum. Vegna þess að trú mín segir að fyrir beiðni Jesú er ég læknaður. Annarkvort trúið því að þið séu með flensu eða þið séu ekki með flensu. Guð segir við okkur, veljið dauðan eða veljið lífið. Flensa er dauði, Jesús er lífið.
vitið þið það. Lyf lækna engan. Það er Jesús sem læknar. Lyf, þau hjálpa, en það er Jesús sem læknar. Það er allt í lagi að taka inn lyf, en það er Jesús sem læknar. Leitið fyrst hans ríkis og réttlætis og þá fáið allt annað að auki. Leitið fyrst til Jesú, svo getur þið farið til læknisins. Það er ekki það að taka inn lyf. Hins vegar, ef að þið takið inn lyf, þá skulið þið ekki hætta á lyfjánum fyrir en læknirinn segir ykkur að hætta á lyfjánum. Vegna þess að í orði Guð segir að vitnisburður 2 eða 3 er tekinn gildur. Ef að Guð segir þú ert læknaður eða læknuð, þá mun líkaminn segja ég er læknaður og þá mun læknirinn segja það sama. Hins vegar ef að þið hættið á lyfjánum að þið haldið þið séu læknuð, þá er þið að brjóta gegn vilja Guðs. Vegna þess að læknarnir koma frá Guði. Guð hefur ekkert á móti lyfjum. Þannig að þegar þið takið inn lyf, þá farið þið eftir því sem læknarnir segja, vegna þess að Guð, hann vinnur sína lækningu þrátt fyrir það við séum að lyfjum. Það er ekkert að því að taka inn lyf. Hins vegar getum við ekki hægt á lyfjunum nema læknirinn segja það. Læknirinn mun segja það þegar hann er fullviss. Vegna þess að Guð er þá búinn að lækna. Þannig virkar þetta. Ég ætla að segja ykkur sögu af því. Ég lendi í bílslysi 2008. Hrikalegu bílslysi hérna á Reykjanesbrautinni. Ég hryggbrotnaði. Það er alveg óskaplega sárt. Alveg ótrúlega sárt. Ég rotaðist því ég lendi í þessu bílslysi og þegar ég rankaði við mér úr rotinu þá heyrði ég að það var sagt við mig á ensku You are completely healed. Þú ert algjörlega læknaður. Samt fann ég þessa svaka verki. Ef ég ætti að segja útskýra fyrir ykkur verkin frá skalanum 1 upp í 10 þá var hann 11. En Guð sagði við mig þú ert læknaður. Og það sem gerðist var það að ég var settur inn á sjúkrahús, Borgarspítalann. Þar var ég skoðað og þeir sögðu, það er allt farið í sundur hjá þér, það er þrýstingur á mænuna, það eru taugar og hitt og þetta sem er bara í sundur. Við erum ekkert vissum að þú getur gengið. Síðan þá er mildað, það fór í sundur að þér. Við erum að velta fyrir okkur hvort við hefum fyrst að skera úr þeim mildað og taka síðan laga á því bakið eða hvort við hefum að laga fyrst bakið og síðan mildað. En áður en við getum gert það þá þurfum við að dæla úr því blóði, það er svo miklar innvortis blæðingar í þér. Að því að Guð var búinn að tala við mig og segja að ég væri algjörlega læknaður, þá er mér alveg sama hvað þau myndi gera. Ég vissi að ég væri læknaður. Jæja, þeir fara, taka myndir af mér, skoða mildað aftur þegar búið að dæla öllu blóðum af hann á mér, þá er svo óskaplega hissa. Þannig að það er ekkert af mildana. En þeir eru með myndir fyrir og myndir á eftir. Milda sem er yfir og milda sem er heilt. Og ég fer að segja við þá, já, Jesús er búinn að lækna mig. Já, það var gott að hafa trú. Síðan er ég skorinn og ég er spengtur, það er sett járn í baki á mig til þess að halda öllu uppi og þeir segja við mig það fór einhver taug hérna í sundur þannig að þú myndi alltaf finna verki í fótinn og í bakinu og þú þarft að vera á morfínlyfjum, sennilega bara alla ævi. Og að því að ég er og ég er hrókafullur og ég er stoltur og þá sagði ég bara við þessa lækna nei, ég ætla að taka inn lyfina meðan ég er hjá ykkur, en eftir það þá getið þessi lyf ykkar sjálfur. Ég ætla ekki að taka meiri lyf. Ég veit að þetta er voðalega hrókafullt, en svona er ég bara. Ok, ég var í 3 mánuði á spítala og Guð talaði til mín og sagði við mig, þegar þú ert búinn á spítalanum, þá ferðu að vinna. Það er ekkert að þér. Það var nákvæmlega það sem ég gerði til 3 mánuði og fór ég að vinna. Guð sagði við mig, þú ert heill. Guð gaf mér opinberunartrú. Hvernig fæ ég opinberunartrú? Ég fæ opinberunartrú af því að lesa orðið og íhuga það sem að það stendur. Ég stilli trú minni upp við vegg og ég segi,
annarkvort minn Guð Guð eða hann ekki Guð, annarkvort læknar Guð mig eða hann læknar mig ekki. Ég tek sénsinn og ég segi, ég ætla að trúa því að Guð lækni og Guð, hann læknar alltaf. Ég læt ekki tilfinninga mína stjórna mér. Ég finn oft fyrir verkjum, þá segi ég bara verkir í Jesú nafni út. Það er ég sem stjórna, ekki þið. Þetta er minn líkami sem Guð gaf mér. Ég bauð ykkur ekki inn í þennan líkama, farið út. Stundum, þá hefur það komið fyrir að verkirna hafa ekki farið. Þá þarf ég að tala við Guð og spyrja, Guð, af hverju? Hvað er það? Ert þú ekki Guð? Ert þú ekki búin að lækna mig? Þú sagðist þú ert búin að lækna mig. Jú, ég get ekki gert neitt vegna þess að þú ert ekki í réttum anda. Þú ert ekki á réttum stað. Veitu, hvað áttu við, segi ég. Þú hefur verið að tala illa fólk. Þú hefur verið að baktala fólk. Þú hefur verið að gera þetta. Ó, hvað þýðir það? Það þýðir það að þá hefur óvinurinn opnað dyr inn í líkamaðinn. Gerðu iðrun og hættu þessu, segir Guð mig. Ég geri iðrun. Ég bið Guð að fyrirgefa mér og ég reyni allt hvað ég get og ég geri það. Ég reyni að vera betri og betri. Verkurinn fer. Svo kannski eftir 3-4 mánuði þá dett ég inn í þetta alltaf aftur. Þetta er það sem ég hef verið að kalla ferilbundinn ósigur. Gamli maðurinn er að koma aftur og aftur upp. Ég hata það. Ég vil ekki vera þessi maður sem ég var einu sinni. Illkvitinn, illmælgur og með leiðindi. Ég vil vera þessi maður sem Guð hefur kallað mig til að vera. Ég langar að vera góður, elskulegur. Ég langar að segja við fólk, Guð elskar þig, ég elskar þig líka. Og vitið þið, það skiptir mig engu máli hvað fólk trúir á, hvað fólk gerir eða hvernig fólk lítur út. Ég er bara búin að taka það ákvörðun að ég ætla að elska alla. Sama hvað. Vitið þið, það er bara svo gaman að lifa. Þegar við fórum núna síðast í þetta hús sem ég sagði okkur frá, þá hittum við mann sem hafði tekið á móti Jesú hjá okkur nokkrum árum áður. Hann hafði fengið hjartaáfall. Hann var næstuði dáinn og hann sagði, það var svo spennandi að fá að deyja, fá að koma til Jesú. En ef þið hafi heyrt þegar ég var að tala núna síðast, þá var ég að segja að ég var hræddur við að deyja. Því ég hafði stundum til að vera ekki alltaf í réttum anda. Þannig ég er ekki alveg viss ef ég myndi deyja hvort ég færi upp eða niður. En þarna var þessi maður með trú eins og lítið barn. Þessa trú langar mig að fá. Þess vegna reyni ég allt hvað ég get til þess að vera betri og betri. Ég er að reyna að frelsa sál mína, til að vera bara góður. Ég vil ekki vera vondur. Ég langar bara að vera þessi maður sem Guð vill að ég sé. Ég var ofta að hugsa hann Pál Póstuli, hann var stundum með skætingu í fólk. Í Fílipíbréfinu þá var hann að tala varist hundana. Þá var hann að tala menn sem voru að tala umskurn og svoleiðis. Hann kallaði það hunda. Það er ekki fallegt vegna þess að bæði hjá gyðingunum þá var hundar, það var bara ekki fallegt að kalla menn hunda. Þess vegna þegar ég er að lesa síðan Kórinthubréfið, fyrsta Kórinthubréfið, 13. kafla þar sem hann er að tala kærleikann, þá fer ég að átta mig, hann hefur breyst alveg gríðarlega Pál, sem hann er að tala kærleikann. Mér langar að vera svona þessi maður, lifa í kærleikanum, lifa í agape kærleikanum. Drottinn, nú er
búin að tala nú um Drottinn Guð, þakka þér fyrir þetta fólk sem hér er. Ég bið þig um að blessa það og varðveita það. Þakka þér bara fyrir að ég mátti koma hérna og tala. Guð, gef þú mér meiri elsku til fólks. Þess bið ég þig í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk. Ef einhver er sjúkur, sorgmæddur, líður illa, þá er ég alveg til í að biðja fyrir ykkur. Bara komið fram núna ef þið viljið. Í Jesú nafni. Amen. Takk.